hreinsa til. Þarna niður og upp á hrygginn fyrir fram á bílinn. Hann dæmdi svo sem ekki að taka þátt í torfæri í fyrsta skipti. Hann ætti að gera þetta gríðarlega haglega. Líka veist að skulum við hlæja ef hann skýtur í sig. Þetta lofa góðu. Það rennur nítró í blóðin hans. En Gummi var búinn að tala um það fyrir keppni. Þetta getur verið svolítið bratt þarna. Jæja, það er allt í lagi. Gummi var búinn að tala um það fyrir keppni. Þetta var ekkert mál. Hann myndi rúlla þessu gömlu köllum upp alveg eins og ekkert mál. Sjáum hvað, Guðmundur Elíasson fyrir. Já! Guðmundur Elíasson, 17 ára gamall að taka þátt í sinni fyrstu torfæru.
hafa rollur skipt miklu máli í lífi Páls þegar hann aftur. En hann ætlar bara í ána. Hvað Svanur gerir á Insane sem hefur fengið nýjan lit. Var appelsínugulur. Sjá hvað Svanur gerir. Haukur ætlar sér stóra hluti í sumar og það þýðir ekkert að gefa af. Haukur fer upp. Þennan bíl kallar Fjölnir Geði. Þetta liggur í Eva. Hann verður að stíga bremsurnar. Vel gert. Og starfsfólk hér frá Fljótbjörgunarsveitinni gerir þetta gríðarlega vel, hleypur til. Sjáðu Fjölni! Hann ætlaði upp! Og það er búið að tantra pumpin aðeins, eins og reyndar flesta bíla í vetur. Það er algjörlega unaðslegt að heyra í þessu bíl. Ok, þetta að gerast. Oh,
að vinna í ár. En Þór, gríðarlega öflugur bíll. Og Þór Þormar engin Ok, Þór. Þeir náðu þessu. Sjáðu Ingo. Svo virðist vera að allir bílarnir í ár séu komin á 360 gráður bóli. Það eitthvað bík í augan á Ingo. Við sjáum það að brautastarfsmenn þeir færa sig. Já, menn eru að setja á svið sjó. Gísli Rassir í 90 stig fyrir lengdina. Hann gefur grænt. Svani, Erni, Tómas, Vítas, Svein. Vanur fyrir þetta varlega. Klár. Mér sýnist hann hafa rétt slög á tímanum. Og hann sá það hokka til. Fjölnir! Já!
örugglega 70 stig. Maggi okkar maður. Maggi náði 160 stig áðan í refsingu. 350 hjá Magga, 160 í refsingu. Kristján F. Sæmundsson á verktakanum í brautunum. Verktakinn fór svo sannarlega í gang á hérna gríðarlega vel. Sjáum á það. Vel gert á sig. Og hérna verktakinn hafði náð þessu 220 stig áðan og 100 refsistig. 220 fyrir lengd og 100 refsistig. Þá sjáum við hvað Ási frændi gerir á dambunni. Geirvert náði fyrir 90 stig refsingu, verða að koma þess að. Þá er það Þór Þormar á Thor. Þór bara fyrir að vinna þér. Þór Þormar fékk 60 rödd. Sjáum hvað gerir. Vinstri beygja, Ingo, það er vinstri beygja.
Kemur Ingo. Já, takk fyrir að sýna okkur þetta. Þetta var rosa fínt. Þetta var ennþá betra. Refsistöð laus. Það var allt í lagi. Sennilega refsi laus. Það er verið að bomba á Norrinsson. Það er allir jafnvel. Ok, erum við að tala refsi laust? Erum við að tala 350 refsistíða laust? Eitt bakk! Þetta akkurat málið. Það þarf alltaf að vega og meta hvort að ég að taka stíku eða bakkið. Hvort að taka stíku eða bakk. Þetta ekki bara fullingi, þetta hellingsreikningur. Flestir af þessum ökumönnum kunni ekki neitt reikningi reyndar en það þess vegna sem þetta svona gott sjó. Guðmundur Elíasson á ókvæðinni!
Þetta verður eitthvað. Haukur kemur með læti. Þór Þorvar á Thor í öðru sæti með 860 stig. Geir Evert að Sneggur í þriðja sæti með 830 stig og Ingólfur Guðrason með 820 stig í fjórða. Svo koma þeir Ási, Maggi, Gummi, Gísli G, Haukur Viðar, Gestur, Svanur, Páll, Kristján og Fjölnir. Í brautinni núna á Evertsinni. Tók hann stikuna ekki, hann slappi stikuna. Í gödubílaflokki fyrir þessa þraut var Eðvald Orri eftir með 380 stig. Steingrímur á Ströndnu var í öðru með 320 stig. Haukur á Þeitingi var með 290 stig. Og Ívar á Králska með 170 stig. Það er hann sé að gera gott mót hér í dag. Gríðarlega vel gert. Og Maggi kann að keyra tímaþrautir. Þannig að nýja skiptingi sé að skila aflinu akkurat þangað sem Maggi vill hafa það. Snöggur í bak, afstæð! Maggi hér að leika sér go-karti! Þvílíkt rann! Fínt að hafa Ása í ökumannssætinu. Sjáðu bumbuna! Ég sýnist á sem er að keyra þetta á refsistöðlaust þarna venn sem komið er. Hvað keyra þarna í bakkið og af stað andskotin hafið það. Koma svo upp á barrið og tíminn endar. Að öllu líkindum náða sér ekki neitt einasta refsistig. Geir Evert, gjörðu svo vel!
tekur stigurnar. Sjá hvað dómararnir segja. Létt bakk. Af stað. Tíminn. Og Þór Þormar veitar. Gefið honum gott klapp. Þetta var gott rann. Það má Ingo leyfa sér af stað. Þrjátíu og 51, 32. Þá er það Danni Thunder. Danni er í toppmálum. Virkilega gott hjá Danna. 58,09. Atli Janus. Mjög gott. Vel gert! Atli er hvað? Refsilaus! Á hrikalega tíma! Refsi stígalaus! Þá fer Guðmundur Elíasson af stað! Hann er nú vanur úr rallycrossinu!
finna fyrir því. Sýnist að vera refsilaus enn sem komið er. Tekur bakkið. Refsilaus. Og upp á kant. Gottrun. Gísbyggi. Sennilega refsi stíga laug. Og Gísli gerir refsi stíga laug, sjáum hvað Gestur gerir. Gestur út með annarkvöldið, tekur tæknastúringinn. Það er í óþarlega marga stíkur. Hann er búinn að gera eitt og annað fyrir þennan bíl. Palli hefur nú alla tíð verið á barmi hins eðlilega, þannig að það gæti verið við fengum einhverja geðveiki hér. Og upp á kantinn. Og Pampers er að moska peningum í svann. Óheppileg stika þarna hjá Svann. Þú töluverður tími. Það er refsilaus. Það hefur sitt að segja.
Vel gert! Síðasti bíllinn í tímaþrönd. Já, við getum alveg farið í sjoppuna og fengið okkur kaffi. Þetta ætlar að taka einhver tíma hjá honum. Sjoppan opin. Verktakinn sannarlega á eftir áætlun með þetta verk. Ná honum upp! Þeir eru sem einn maður, þeir sjáu Guðni hljóp þarna á eftir bílnum þegar hann var að fara á stað. Ef ég vissi ekki betur þá myndi ég halda að þeir væru ástmenn. Maggi, sjáu þið! Sjáu þið! Engin lygi að bíllinn allur glimmeraður og þetta sama glimmerfilman og var notuð á vagnin hans Páls Óskars í síðustu göngu. Sjáum hvað það sig gerir. Við læstum á hann 64 km hraða. Við verðum ekki hætt við fánæðin. Þetta sækja. Þá erum við ekki á snöggjunni. Ansi fínn útbúnaður hjá Geirivert. Og 40,48 var það ekki. Það tíminn til að slá. Sjáum hvað Geirivert. Yes! Og við læsum á hann 76 km hraða. Nú svo sem ekki búinn. Lítið höfnda hjólið. Loka drulluð. Það stendur eitthvað mikið til hjá Þór Þormar.
og engill. Þvílíkt flott! Við lastum á hann 76 km hraða. Og ég gengur refsingu, þá það Danny Thunder. Danny, hann ætlar sér ábyggilega að slá metið hér. Hvet áhorfendur til að vera var sig. Ef þið komist aftar, endilega farið aftar. Nú fáum við þetta. Aðeins missir hann, út af. Áfram. Alltaf flottur! Thunderbolt! Einstaklega unaðslegu bíll hjá honum Atla. Þetta var nú hálfleiðilegt að bakka svona og að gera svo ekkert gríðarlega miklu leyti hæfni. Kemur Guðmundur Elíasson. Fleytir þetta létt. Fyrsta sinn á vatni, þannig að hann svona að testa bílinn. Svo fáum við væntanlega öll hestaflinn þegar hann kemur út úr beiginni. og 4 km á klukkustund. Hann tók sigurinn á hellukeppninni fyrir 10 ára síðan. Og hann hefur meira sér komið fram í sjónvarpsþáttum erlendis og kennt mönnum að fleyta. Hún þarfist ekki að standa við stóra orðin. Við erum öll á öndinni.
88 km/klukk. Þarna kemur hann. Nú sjáum við hvað í honum er. Fínt flott þarna yfir. Rólegur Folli. Og við læsum á hann 77 km hraða. Ég bið áhorfendur enn og aftur að bera vara sig. Það búið að taka. Mikið nú fín. Hvað haldið þið að Árni sé að hugsa núna? Hvað hann ætlar að hafa í kvöldmatinn? Nei. Flott! Þannig að hann skakaði Bubba. Nú þarf Bubbi að koma með Kötlu hér næsta ári. Þá það Haukur Einarsson á Heklu. Ég sagði